Gott kvöld og velkomin í Kastljósið. Á eftir verður þeirri spurningu svarað hvort enskur maður með afburðaminni geti lært íslensku á einni viku. Daniel Tammet verður gestur okkar hér eftir stutta stund, en fyrst ætlum við að beina Kastljósinu að stjórnarformanni Símans, en svo ákvörðun stjórnarinnar að kaupa fjórðungshlut í Skjá einum hefur valdið miklum titringi á fjarskipta- og fjölmiðlamarkaði. Rannveig Rist, vertu velkomin í Kastljósið. Já, takk fyrir. Þessi ákvörðun, eins og Sigmar nefndi, hefur valdið allum titringi og vakið mikla athygli í fjölmiðlum. Hver átti hugmyndina að þessu? Þetta var ákvörðun stjórnarinnar og hugmynd sem kom upp þar að fara þessa leið. Og þannig að okkur í stjórninni falið það verkefni að reka félagið og auka verðgildi þess eftir því sem við best getum og varðveita þá eign sem Síminn er. Og ef við hugum að því hvað það liggja svona, meira en 10, einhvers staðar milli 10 og 20 milljarðar í grunnnetinu og þá á ég við gamla kóparkerfinu í jarðsímanum. Og þeim búið að leggja allt land og það hluti af eigum félagsins. Og svo ber svo við að það komið tækni þannig að það hægt að flytja sjónvarpsefni þessa gömlu strengi og gagnvirkt sjónvarp og það er sjónvarp sem væri þá þannig að ef það væri komið á hér og nú þá þyrfti fólk ekki að sitja uppi með okkur hér í kvöld heldur geti pantað einhverja góða bíómynd yfir og horft á eitthvað annað. Hvaða stjórnarmaður var svona sniðugur að detta þetta? Við erum búin að pæla í hvað við getum gert við þetta kerfi, hvernig við getum nýtt það betur og setjum á stað þegar við gerum skipulagsbreytingu í Símanum fyrir löngu síðan eða einu rúmu ári síðan. Setjum á stað þróunarsvið og erum að spekulera í þróun. Og þá erum við líka að skoða hvað aðrir eru að gera. Og til dæmis Norðmenn og Færeyingar eru með svipaða hluti og það er búið að þróa svona gagnvirkt sjónvarp eða er að fara út í svona svipaða hluti. Danir ætla að byrja á þessum áramótin í danski Síminn sem sagt og á Ítalíu eru 400.000 notendur með gagnvirkt sjónvarp með þessari leið. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum að frétta af inn í stjórnina eftir upplýsingum frá okkar fólkina Símans að þetta er tækni sem er að koma upp. En má ekki segja sem svo samt sem áður að þó að þetta sé tækni sem blasir við og þá hafi stjórnin þurft að horfa til þess að fyrirtæki er í stórum hluta, langstærstu hluta í eigu ríkisins og það er kannski verið eðlilegra að því að fyrirtæki er í einkavæðingarferli að bíða og láta nýja eigendur marka stefnuna? Já, það var það sem við hugsuðum við byrjuðum þegar við tókum við Símann. Nú er ég búin að vera stjórnarformaður Símans í 2,5 ár og fyrirtæki er alltaf alveg að fara að selja félagið. Við byrjum á að einbeita okkur að innviðum félagsins, ráða forstjóra og vinna í því. En það er ekki hægt að láta félagið gjalda þess að það er sem sagt í þessu millibils ástandi eigu ríkisins. Það verður að halda áfram að þróa það og halda áfram að sækja út og vinna í því að auka verðgildi og viðhalda þessum eigum og nýta þær. Var aðaleigandinn hafður með í ráðum? Þegar við erum búin að marka þá stefnu að við þurfum að sækja eitthvað með kaupum og hugsanlega öðrum fyrirtækjum eða einhverju slíku, einhverju meiri sókn. En einu sinni var Sími bara talsamband, svo fór það að vera yfir í fax og tölvuflutninga og svo kom gemsin, nú er þetta að koma, þannig að það sé orðið hagkvæmt. Það er enda búið að vera til þessi tækni í þó nokkur ár en ekki þannig að það væri hagkvæmt að fara út í hana. Og það er ýmislegt fleira sem hægt væri að gera í Símafélagi svona til langs tíma litið. Þá förum við og ræðum þá stefnu almennt séð við stjórnmálamenn eða við þá sem halda bréfinu og ráðherrann fyrir töluvert löngu síðan en ekki einhverju einstakar ákvarðanir eða einstök mál heldur þá almennu stefnu og svörin voru mjög skýr að okkar verkefni væri að reka fyrirtækið og nýta þess eigur og auka það í verðgildi og passa það drabbaðist ekki og grotnaði niður þannig að það er bara hlutverk okkar eins og annarra stjórna í hlutafélagi og þau skilaboð voru mjög skýr en við förum ekki að hlaupum ekki stjórnmálamenn til að spyrja mig við þetta eða hitt, heldur er það bara við þessa almennu stefnu án þess að nokkur nöfn væri komið þar á bakvið. En þú þekkir náttúrulega mæta vel þessa umræðu sem var hér í sumar fjölmiðlafrumvarpið og það allt saman. Þið eru markaðsráðandi fyrirtæki, þið eru að kaupa 25% af hlut sem hefði ekki mátt samkvæmt þessum fjölmiðlalögum ef að þau hefðu farið í gildi. Bara í ljósi þess, ráðfærðuð þið ykkur ekkert við fjármálaráðherra sem fer með hlutabréfið í Símanum út af þessari forsögu? Já, við erum náttúrulega bara að fara eftir gildandi lögum. Það er ekki hægt að ætlast þess að við förum eftir einhverjum hugsanlegum lögum eða frumvörp. Við erum að fara eftir því sem er í gildi og bara eins og önnur fyrirtæki. Og við byrjum á að fara í að ræða við Stöð 2, en það er nú svona stórt félag og erum í viðræðum við þá og þær voru nú sæmilega vel á veg komnar það að við myndum flytja gagnvirkt sjónvarp fyrir þá. En síðan slitna upp úr þeim viðræðum eins og við komum fram, þeir slitu viðræðunum og þá urðum við að snúa okkur að öðrum aðila og fyrir valinu var Skjár 1. En gerðu ekki ráð fyrir að ríkisstjórnin væri á móti þessu miðað við þetta frumvarp sem að
sem frá henni kom. Já, ef stjórnin fjall frá þessu frumvarp og það er ekki í gildi og við getum ekki verið að eltast við eitthvað annað en það sem er í gildi. Það segir sér sjálft og við erum að reka fyrirtæki út frá því hvað er hagkvæmt og hvað varveitir eftir á hyggju, hvað finnst þér þá þetta fjölmiðlafrumvarp? Voru þetta þá mistök? Ég hef enga sérstakar skoðun, ég er ekki í stjórnmálum og er ekkert að útvarpa neinum skoðunum á því. En þú hlýtur að hafa haft skoðun á þessu af því að þú ert stjórnarformaður í fyrirtæki það ekki sem er markaðsráðandi og jafnvel gat stefnt í það að fara inn á fjölmiðlamarkað. Mér finnst kannski eins og flestum að þyrfti kannski setja einhver lög þessa hluti en það þyrfti þá að taka það inn í eitthvað vinnsluferli þannig að allir væru meira og minna sáttir og það þyrfti kannski að skoða fleiri svið og svo framvegis. Þannig ég setti mig nú ekki inn í þetta í þeim dítil eða teka afstöðu í stjórnmálum. Hvað kostaði þetta Símann, þessi fjórðungshlutur? Þessi kaup öll sem eru sem sagt enski boltinn og fjórðungshlutur í Símanum eru nú svona stærðargráðunni, þetta er svona undir 1/10 af því sem að Stöð 2 fjárfesti í Vodafone. Þetta er það miklu minni fjárfesting sem við erum að tala um. Já, sem er hvað, 500, undir 500? Þetta er undir 500 milljónir. Ég get ekki gefið upp töluna, það var nú samkomulagi, ég get þó nálgast að þetta eru undir 500 milljónir. Þannig að það er svo stærðargráð, þetta er allt aðra stærðargráður sem við erum að tala um í þessu samhengi. Og með því að fara út í þetta þá aukum við umferðina jarðstrengina og þetta kerfi sem við erum með og ADSL-kerfi getum við notað miklu betur. Og þar með aukum við möguleika okkar á að leggja þetta kerfi víðar fyrir fleiri, það er meiri business komin á þessar sömu lagnir. En þetta er mjög gott fyrir landsbyggðina og þá staði sem sækjast eftir að fá þetta, að það eru þá meiri viðskiptatækifæri í því fyrir Símann og þar með meiri möguleikar á að við höfum áhuga á meiri og getu til meiri útbreiðslu og ræktunar við þetta kerfi. Hefði ein leiðin ekki bara verið einfaldlega samstarfið Skjá 1 frekar heldur en það að þið eignist hlut? Við höfum mestan áhuga og það hefur alltaf komið fram á að stofna efnisveitu sem er bara flutningur efni. Við höfum ekki áhuga á því að reka sjónvarpsstöð. Fyrst og fremst höfum við áhuga á því að flytja efnið. Þannig að það er það sem við höfum áhuga á og til þess að komast í það þá varð niðurstaðan að fara þessa leið en okkar óskar leið er að vera bara þáttakendur í efnisveitu og vera flutningsaðili og annað ekki. Nú hafa menn síðustu misseri mikið talað um þá breytingu sem hefur orðið á íslensku viðskiptalífi og þá oft sérstaklega nefnt að fyrirtæki séu ekki lengur að kaupa hlut í öðrum fyrirtækjum til þess að ná í viðskipti við þau. En nú er að þið virðist að lýsa því yfir að það sé markmið ykkar með þessu, er þetta ekki dálítið gamaldags viðskiptahættir? Já, við erum að ná þessu inn til þess að koma þessu inn á þessa veitu sem við erum með. Vegna þess að það var það sem að þeir óskuðu eftir að yrði gert til þess að við getum tekið að okkur að veita þetta. Þetta er ákveðin tegund af samstarfi sem að við féllumst á eða sem sagt fundum út úr að það væri besta leiðin til þess að gera. Það voru viðræður við Stöð 2 og svo fórum við í þessar viðræður og það er bara eftir í hvað semst á milli félaga hvernig niðurstaðan verður. Já, fréttist þið á einhverjum tímapunkti það að Stöð 2 væri mögulega að kaupa Skjá 1 þegar þessar viðræður voru í gangi? Já, það eru alls konar sögusagnir og upplýsingar í gangi en við heyrðum það eftir á að þeir hefðu verið að spekula við því, þá heyrðum við það alveg ákveðið en hvað er öruggt þegar maður er í svona viðræðum, það veit maður ekki. Vissuð þið sem sagt þegar þið eru að taka það ákvörðun að kaupa fjórðungshlut í Skjá 1 að Stöð 2 er mögulega að fara að kaupa fyrirtæki? Við heyrum það sem eitthvað, við erum ekki viss, við heyrum það svona sem eitthvað ekki alveg nægilega öruggt sko, til þess að ég var ekki alveg viss það, þetta er auðvitað keppni alla þessa hluti, eins og við vorum að keppast við að reyna að semja við Stöð 2 á sínum tíma. Hvað með þessa umræðu ADSL-tengingar og grunnkerfið? Já. Hver er þín skoðun á því? Þurfum við að byggja það upp meira áður en æskilegt er að selja fyrirtækið? Það ber á það að líta að við höfum alþjónustukvöð sem að felur í sér að við eigum að vera með talsíma allt land og síðan eigum að vera með 128 kilobæt sem er ISDN uppfyllir, ISDN uppfyllir og þar erum við búin að verðum við núna í árslok 99,96%. Það verða ekkur svona 65 heimili á landinu sem ekki verða að koma með þetta og GSM-síminn er næst á 98% heimila í landinu nú þegar en hann er ekki inn í þessari kvöð. ADSL-tengingin sem er háhraðatenging, hún flytur það sama á ISDN nema miklu hraðar þess vegna getur hún flutt kvikmyndir og sjónvarpsefni. Hún er komin í 92% heimila í landinu. Og ef við berum saman við, það er ekki kvöð á okkur þar, svo mikil flutningur, það er 128 kilobæt og við erum komin miklu lengra heldur en aðra þjóðir. Við erum með mesta, af öllum Evrópuþjóðum, erum við með hæsta hlutfall. Ég veit dæmi þess að Tævan og Suður-Kórea eru með hærri tölur
En ég þekki ekki að það sé neins staðar hærri tölur og ef við berum saman við Svíþjóð og Bretland og Noreg og þessi lönd, þá eru þau í 80% meðan við erum með ADSL komin upp í 92%. Já, er raunhæft að ætla það að þið verið komin upp í 100% áður en að, eða þar bil, áður en að fyrirtæki verður selt? Nei, við skulum aðeins skoða hvað er munurinn á þessu. ISDN er tenging sem drífur mjög langt. Sú lögn drífur mjög langt, þannig að þú getur verið tiltölulega langt frá símstöð. ADSL er tenging sem að virkar frá símstöðinni, dugar í svona 35 kilometra. Hún drífur ekki lengra, þannig að þú ætlar að fara með hana á allar afskiptabyggðir, þá verður að setja símstöð þar og ef það er lengra en 3-5 kilometra milli bæja, þá verður að setja símstöð á hvert bæ. Það segir ekki raunhæft sem sagt. Já, við bara gera okkur grein fyrir stærðargráðunni, hver hún er. Við erum búin að setja það bil 40 ADSL stöðvar í landinu nú þegar. Til þess að ADSL væða allt, þá þarf að bæta við 140 stöðvum. Og þetta hleypur á mörgum milljörðum, sko. Þannig að það er ekki hægt, og það er ekki samkvæmt Evrópusamþykktum hægt að setja slíkar kvaðir á eitt félag. Nei, þú ert að segja að þið farið ekki... Við getum ekki gert það, þetta borgar sig ekki. Við aukum möguleikana með því að kaupa inn þessa umferð og láta boltan rúlla landið. Þá aukum við áhugan og umferðina. Við höfum líka ADSL vætt mjög marga staði, alla sem undir 500 og núna erum við að fara... Ætlið að tegja ykkur eitthvað þarna í áttina bara örstutt af því að tíminn? Já, við erum að fara á Flúðir og Flateyri og Djúpavog og Búðardal bara á næstunni sem eru staðir undir 500 íbúum. Það fengust það margir áskrifundur að við ákváðum að fara í það þó það sé dýrt. Þeir hins vegar valdið okkur allir vonbrigðum hvað viðskiptin hafa ekki verið eins mikil og við vonuðumst eftir á þessum stöðum sem eru þá raunverulega dýrar að setja upp. Að lokum ætli ekki fara að lækka verðið á sérstaklega þessum farsímasímtölum? Við erum með mjög ódýrt miðað við það sem er að gerast í Evrópu og nágrannalöndum, þannig að síminn hér er tiltölulega ódýr miðað við líka hversu dreifbýlt landið er og svona, þannig að þetta er nú allt saman afstætt, en ég held að við séum með mjög mikla útbreiðslu og hana tiltölulega ódýra miðað við þar sem er nú að gerast í kringum okkur. Við erum kröfuhörð Íslendingar. Já, takk fyrir þetta, Rannveig Rist, og við ætlum að færa okkur yfir í eitthvað allt annað. Það tekur venjulegt fólk nefnilega langan tíma að læra nýtt tungumál, en næsti gestur Kastljóssins telst vart venjulegur í þeim skilningi. Hann talar 9 tungumál og hefur síðustu 7 daga lært íslensku. Fyrstu dagana heima í Bretlandi með orðabók og íslenska barnabók, og svo hefur hann dvalist hér á Íslandi frá því á föstudag, en hann er hér með breskri sjónvarpsstöð sem er að gera heimildamyndum ótrúlegt minni hans og er tungumálanámið hluti af því. Við ætlum að reyna að tala við Daniel Tammet á íslensku næstu mínúturnar. Velkomin. Velkomin. Hvernig hefur gengið að læra? Mjög vel, takk. Íslensk er fyrir mig svo falleg og já, erfitt að læra á 7 dögum en ekki ómögulegt. Og ég vil að segja líka íslensku að þegar ég sé Íslendinga tala á íslensku er svo auðvelt eins og anda og ég er með íslensku astma. En hvernig lærirðu íslensku á svona stuttum tíma? Ok. Með orðabók og já, barnabækuna og með kennari líka og að vera hérna á Íslandi er blessun. Mjög gott að vera her. Landið er fagurt og fólkið er indælt og mjög gott að tala íslensku með Íslendinga. Þú notar landslagið ekki til þess að læra. Þú notar íslenska landið og landslagið til þess að læra tungumálið. Já. Hvernig gerur það? Tungumálið er fyrir mig mikilvægt og íslenska er einstök fyrir mig. Mjög. Og já, ég held að hafa íslenska sem móðurmál. Fyrir mig er bróðurmál, til dæmis. En hafa íslenska sem móðurmál er eins og að vinna í
tungamála happdrætti. Já, svo að vinna í tungumála happdrætti. Já, ég held það. Og svo falleg og gegnsæ og orðin, til dæmis, gulrót Já. og hvítlauka á ensku carrot and garlic. Not beautiful in English, I think. En íslensku gegnsæ og hægt að lesa og skilja. Hvítlauka, gulrót. Og já, ég held að það mjög gott. Hvers vegna ákvaðstu að velja íslensku? Vissur eitthvað landið eða tungumálið áður en þú ákvaðst að læra íslenskuna? Hvers vegna íslensku en ekki eitthvað annað? Á ensku? Af hverju þú valdir íslensku? No, á ensku. Why did you decide to learn Icelandic rather than some other language? Okay, I didn't have the choice. So it was a challenge. Ævintýri mitt læra íslensku svona skömmum tíma en íslenska gestgjafi minn og dvelja inni íslenska tungumál mjög gott og það mann það kom til Íslands og læra nóg að segja góðan daginn og takk fyrir mig og ég held að íslensku ófalleg að læra bara två, þrjú orð og svo ég borða íslensku og já. En hvað er það sem erfitt við íslenskuna? Já. Er erfitt að læra málfræði? Er erfitt að... Já, málfræði svo erfitt. En ekki svo mikilvægt fyrir mig. En af því að Íslendingur tala ekki málfræði, tala íslensku. Og ég læri íslensku, ekki málfræði. Ætlarðu að halda áfram, læra meiri íslensku? Will you continue? Oh, yes. Já. Mig langar rosalega að koma back til Íslands og fyrir mig, já, og kannski einn dag ég fá handa íslensku. Og bráðum verður þú farin að lesa Íslendingasögur? Já. Svo falleg og svo, gegnsæ og ég tala ensku, ég tala fransku, ég tala spænsku, en íslensku einstök. Og en mig langar að segja svo meira og með Þú þarft að læra íslensku kannski 1-2 daga til viðbótar, þá þarftu að tala. Já. En þetta ekki bara plat? Ertu ekki búinn að læra í heilt ár, 1 eða 2 ár? Já. Við getum varla að trúa það, þú sett bara búinn að læra í 1 viku. Já. Ertu búinn að... Já. Ég held að satt. Ekki allt. En nóg að byrja að læra hvernig Ísland hvernig anda á íslensku, hvernig hafa hugmynd Ísland, íslensku og já. Daniel, það ótrúlegt að hugsa til þess að þú sért bara búinn að vera að læra íslensku í 1 viku. Við kannski fáum þig aftur í heimsókn ef þú kemur hingað aftur.
og þá getur þú talað meira fyrir okkur á íslensku. Já, Já. já. Það væri gaman að því. Daniel, tíminn okkar er búinn. Þakka þér kærlega fyrir að koma hingað í þáttinn. Takk fyrir. Og gangi þér vel með íslenskuna. Takk. Takk fyrir. Látum þættinum hins vegar lokið í kvöld. Við ætlum að vera hérna aftur á morgun. Jú, að vanda. Verið sæl. Handan við hafdjúpin bláu, hugur minn dvelur hjá þér. Ég bið að þú komir og kyssir, kvíðan úr hjarta mér, hvítu mávar. Segið þið honum, að mitt hjarta slái aðeins fyrir hann. Hvítu mávar, segið þið honum, að hann sé það allt sem ég í brjósti ann. Þótt þú færir burt ég hugsa enn sem áður, okkar liðnu tíð ég þig fann. Hvítu mávar, segið þið honum, að mitt hjarta slái aðeins fyrir hann. Hvítu mávar, segið þið honum, að mitt hjarta slái aðeins fyrir hann. Hvítu mávar, segið þið honum, að hann sé það allt sem ég í brjósti ann. Þótt þú færir burt ég hugsa